snemma dags og snemma ás, eða hvað? Má sjá, hverjir hafa gaman að þessu? Já, þið hafið gaman að þessu. Þetta lag höfum við sungið hér síðustu 4 ár á fyrstu samkomu ársins. Það enginn sem vissi það nema ég. Fór að skoða dagskrárnar sem ég hef gert og við undanfarin ár. Byrjum alltaf á Oh Happy Day vegna þess að þetta góður dagur, gleðidagur, fyrsti dagur ársins. Við höfum 360 rúmlega daga til þess að gleðjast á þessu ári. Og aðeins 4 búnir, þannig að nóg eftir. Og Helgi ætlar að tala um tíman á eftir. Við ætlum að syngja mikið við ætlum að syngja nokkuð gömul lög þegar til líðin tíma meðal annars sem við sungum hérna í gamla daga, þeir sem að muna eftir því. Við sem erum komnir yfir 30. Ég vil ganga hann hlið hans. Tökum það, gamalt og gott lag sem að þið þekkið ábyggilega öll. Ég vil ganga hann hlið hans. Amen. Þið munið kannski eftir þessu einhverjir og næsta lag held ég að færri ykkar þekkja reyndar, mörg ykkar sem eru komin eins og segja yfir 30 munið þetta. Hann Guðni Einarsson gerir hennar texta og lagið passar sérstaklega við áramótin og þetta svona gæti verið eins konar áramótalag eða áramótaheit sem við setjum okkur í upphaf árs þegar líð til líðin tíma. Skulum taka þetta saman. En nú bið ég til þín Herra
að fá hann Helga hérna upp. Manstu eftir þetta laga textan saman? Þetta pappans sem gerir textan og hann ábyggilega verið fæddur, hann Helgi, það svo langt síðan. En Helgi ætlar að taka hér við og lesa í byrjun og auglýsa fyrir okkur. Já, ég reyni að vera minnugur, en svo minnugur ég ekki. Það munið það sem gerðist áður en ég fæddist. En gleðilegt nýtt ár. Þau ykkar sem ég var ekki búinn að heilsa og ég er búinn að vera svona að heilsa fólki til vara sem ég kannski óska í sumum tvisvar gleðilegs árs. Það var það bara tvöföld gleði. Mér langar til að byrja á því að lesa úr Jósúa bók, 1. kafla. Mér finnst það vers sem er gott svona í upphafi árs, frá 7. versi. Ver þú aðeins hughröstur og harla örugur, að gæta þess að breyta eftir öllu lögmáli því Móse þjónn minn fyrir þér lagði. Vík eigi frá því, hvorki til hægri né vinstri, til að þér lánist vel allt sem þú tekur þér fyrir hendur. Eigi skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skalt þú hugleiða hana daga og nætur, til þess að þú gæti þess að gjöra allt það sem í henni er skrifað. Því að þá mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega. Hef ég ekki boðið þér, ver þú hughröstur og örugur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi, því að Drottinn Guð þinn er með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Er þetta ekki yndisleg byrjun á árinu? Að setja stefnuna strax í byrjun, að festa sig við Drottinn, að festa sig við orð Guðs og öll þau plön og alla þær áætlanir sem við gerum, að þessu grundvöllur á þessu orði, því að þá eigum við þetta fyrirheiti að þá lánast vel allt það sem við tökum okkur fyrir hendur. Kannski vegna þess að þá tökum við okkur aðra hluti fyrir okkur hendur en annars, ég veit það ekki. En þið vitið, þetta er góð byrjun á árinu, að setja kúrsinn réttan, að stilla sig af. Og nú ætlum við að byrja á því að við ætlum að biðja saman. Það er nýtt ár og það eru örugglega mörg plön sem við erum að gera. Margir að skoða ganginn, skoða stöðuna og svona plana framtíðina. Það er gott að hafa visku Guðs, gott að fá innblástur frá Guði og það eru margar þarfir. Það eru margir sem að glíma við veikindi og það er margt sem við þekkjum. Þannig að ef þið hafið bænarefni þá megið gefa það til kynna með því að rétta upp höndina og Drottinn þekkir þau og við felum þau í bænir okkar og ef þið hafið þakkarefni þá er líka gott að gefa þau til kynna og endilega ef þið hafið góðan vitnisburð, það eru nokkri búin að maður að safna í sarpinn, ef þið hafið vitnisburð bænasvar, eitthvað sem Guð hefur gert sem við uppörfa aðra, þá endilega láta okkur vita svo við getum komið í áleiðis og uppörfa. Það styrkir svo trú okkar. En við skulum biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að fáum að koma saman í dag í Jesú nafni. Ég þakka þér fyrir þau forréttindi, Drottinn minn, og þá gleði að við fáum að koma saman í frelsi, Drottinn, og við fáum að lofa þig. Þakka þér, Drottinn minn, fyrir þetta nýja ár sem er að byrja. Þakka þér, Drottinn minn, fyrir að fáum að byrja það full af von, full af gleði og full af trú og traust á þig, Drottinn. Og heilagi Faðir, ég biðja að við mættum ganga inn í þetta ár á þínu orði, Drottinn minn. Faðir, eins og við lásum í Jósúa bók, þegar við erum grundvöllur á þér, að þegar við göngum fram í þínum vilja, Drottinn, að þá mun allt sem við tökum okkur fyrir hendur lánast okkur. Faðir, við segjum já og amen við því í dag í Jesú nafni. Verði allur þinn góði vilji í okkar lífi, í lífi kirkjunnar, Drottinn, og fyrir þjóðina okkar. Þess biðjum við Faðir í Jesú nafni. Og Drottinn minn, við lyftum upp öllum þeim sem eru sjúkir, öllum þeim sem eru að glíma við veikindi, Drottinn, og þú þekkir heilagi Faðir. Drottinn minn, við lyftum þeim upp til þín og við biðjum, Drottinn minn, mætti þetta nýja ár sem er að hefjast vera ár græðslu, mætti þetta vera ár lækninga, Drottinn minn, bæði fyrir þá sem eru sjúkir á líkama sínum og líka fyrir hjartasár, Drottinn minn. Faðir, við biðjum að það sem að hafa orðið vinaslit, það sem hafa komið brestir í samböndum, Drottinn, Faðir, mætti þú koma og mætti þú græða. Heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Kom heilagur andi og viltu starfa okkar á meðal. Viltu starfa í lífum okkar, heilagur andi Guðs. Viltu færa okkur nær föðurnum, viltu færa okkur nær syninum, Drottinn. Faðir, viltu færa okkur nær sjálfum þér, Drottinn. Viltu gefa okkur meiri nánd við þig. Og Drottinn, við biðjum að kraftur þinn sé hér til staðar. Drottinn, að þú mætir okkur inn í lífum okkar, að þú mætir inn í þarfir okkar, að þú mætir okkur, Drottinn minn. Jafnvel þar sem við erum ekki meðvituð að við þurfum að ná þinn að halda. Og Faðir minn, svo felum við þessa samkomu áfram í þínar hendur. Við biðjum, Drottinn minn, mætti nærvera þín vera áþreifanleg. Drottinn minn, viltu koma og viltu tala. Heilagur andi Guðs, viltu koma og snerta okkur, viltu koma og græða, viltu koma og áminna, viltu koma og uppörfa. Og við biðjum, Drottinn, í öllu sem við gerum, mætti nafn þitt vera upphafið og vegsamlegt í Jesú nafni. Amen. Amen. Og örfáar tilkynningar í byrjun viku og byrjun árs.
svo sem ekki tilkynningar fyrir allt árið. Það hafa allir fengið dagskrárabækling í hendur og þetta kemur svo sem allt fram í honum. En ég vil minna á bænavikuna sem byrjar á morgun klukkan 6:30. Það verða bænastundir hvert einasta kvöld klukkan 18:30 og við byrjum hérna niður í kaffisal og sjáum til hvernig, ef hann fyllist þá færum okkur hingað upp. Og þetta eru mikilvægar vikur og ég hvet ykkur til þess að koma þegar þið komist og endilega reyna að taka þá tíma og vera með. Þetta er bæna átak sem skiptir miklu máli fyrir kirkjuna, fyrir söfnuðinn og fyrir okkur líka. Ég hef alltaf upplifað það að þegar við komum á bænavikur, sérstaklega þegar maður er búin að mæta nokkuð kvöld í röð, að bara Guð einhvern veginn, hann talar til manns, maður finnur svona hvað er í vændum og hann gefur manni stefnu fyrir árið. Þetta er gríðarlega gott og ég mæli með því að koma sem flest og sem oftast. Og á laugardaginn í lok bænavikunar, að við reynum að miða við að hafa stundirnar svona klukkutíma. Ef að andinn starfar þá auðvitað erum við lengur, en við miðum við almennt klukkutíma. Á laugardaginn verður lengri bænastund og þá ætlum við að bjóða sérstaklega upp á þeir sem eru veikir og vilja fá fyrirbæn, að þá ætla öldungar kirkjunnar að vera hérna og við ætlum að ganga út á Jakobsbréfið. Hann segir, sé einhver sjúkur yðar meðal, þá kalla til sín öldungar safnaðarins og þeir smyrja með olíu og biðja og trúar bænin mun reisa hann á fætur. Og það verður núna á laugardaginn, svona í lok bænavikunar. Það er allir orðnir vel heitir, heyri ég amen við því. Og svo eru auðvitað bara vetrastarfið, það er alltaf að fara í stað. Barnastarfið byrjar í dag, ég held að unglingarnir ætla að vera með svona leikjadagskrá fyrir krakkana. Í dag myndi allir óska þess að vera börn, en það verður gaman hjá krökkunum. Og svo eru auðvitað bara allt að fara að rúlla af stað. Celebrity Recovery heldur áfram. Alfa byrjar miðjan mánuðinn og það var metsala á gjafabréfum fyrir áramót. Þannig að það verður örugglega vel sótt námskeið og spennandi og skemmtilegt. Fullt af nýju fólki, gaman að vera með. Þannig að ef þú aldrei fara á Alfa, þá gæti þetta verið rétti tíminn og þú getur keypt gjafabréf eða skráði hérna á skrifstofunni eða bara mætt. Og síðan, svona seinna þessum mánuði, bara svona innbráði, þetta er allt í bæklingunum sem ég fenguð, þá er samkirkjuleg bænavika. Og það er margt áhugavert, ég hvet ykkur til að lesa yfir. Það er til dæmis Blessun hafsins, það sem að prestur rússnesku réttarkirkjunnar veður út í sjó í fullum skrúða með reykjelsi sitt og blessar hafið. Bara, ef þið hafið aldrei séð það, þá mæli ég með því. Og þegar maður sér það á pælum maður í því, við séum fiskveiðiþjóð, af hverju gerum við þetta ekki? Af hverju höfum við ekki löngu fattað það, að fara að blessa hafið og blessa auðlindirnar og þakka Guði? Þannig að það er mjög gaman, það er á sunnudaginn kemur klukkan 4 í Nauthólsvík og hann fer ekki út í upphitaðasjóinn, bara svona þið voru að pæla í því. Þetta er alla leið. Og það er svona ýmsir, það verður málþing, það sem verður fjallað viðhorf til endatímana og til Ísrael út frá Biblíunni. Menn forðast ekki heitumálin, samkirkjulegri bænaviku. Þannig að þetta, ég hvet ykkur til að missa ekki þessu. Og síðan bara stikla á stóru í næsta mánuði á Valentínsdaginn, 14. febrúar. þá verður bænanámskeið hérna í kirkjunni á vegum samtaka sem heita New Wine, eru svona karismatískir anglikanar að stórum hluta, eru að gera frábæra hluti og vinna mikið með hvíteisnu kirkjunum á Norðurlöndunum og þeir ætla að koma hérna laugardaginn 14. febrúar og vera með svona bænanámskeið fyrir alla kirkjuna, þannig að allir sem vilja geta komið og ég hef heyrt rosalega vel á þessu látið, þannig að ef þið voru búin að bóka eitthvað annað á Valentínsdaginn, eitthvað veitingahús, afbókið það, komið á bænanámskeið. Og síðan hefur við vonað honum líkreiti til okkar hérna í apríl með vormót og það verður örugglega frábært. En síðan ætlaði hann Böðvar að fá að koma hérna upp og segja ykkur frá því sem er framundan í skálanum. Komið sæl systkin og ég heilsa ykkur í þessu nafni og ætla að nota tækifærið og óska ykkur gleðilegs nýs ár. Takk fyrir það. Eins og þið flest öll fengur hérna bækling og það sem ég ætla aðeins að innbrá, það er það sem stendur inn í þessum bækling. Það er að segja vinnuhelgar í kotinu og eins og með trúna, trúin hún kemur á boðuninu og nú ætla ég að boða þetta átak sem við erum að fara í. Bara svona innbráða við ykkur. Við tókum fram við erum búin að vera með auglýsingu á heimasíðu kirkjunnar og líka á heimasíðu kirkjunnar á landsvísu hvað ætti að skrá sig þess að þeir sem höfðu áhuga og höfðu töku að komast. Ein manneskja búin að skrá sig en það er nú bara það. En við erum samt sem aður búin að heyri nokkrum sem ætla að koma og vera með líka. Það að skrá sig er bara gott fyrir okkur til að sjá hverjir komast og á hvaða tíma þeir komist. En mér heyrist nú Helgi vera búin að
heila salta þetta í kaf með öllu því sem framundan. En endilega komið og hjálpið til vegna þess að þá komumst við líka á hitt sem framundan. Þá verðum við bara fyrir búin. En þetta náttúrulega, en það stendur allt bara þetta. Óþarfi kannski að vera að lesa það fyrir ykkur, en þetta við ætlum að fara í mikið átak með skálan sem náttúrulega sameign okkar allra upp í kirkjulega koti. Takk fyrir. Takk svo minniðis. Flesta sem ég auglýsti var reyndar ákveðið áður en að vinnu helgirnar voru skipulaðar, en það er ekki ykkur hérna. Þið getið bara farið upp í kót og unnið og komið svo og fengið fyrirbæni ef þið hafið slasað ykkur á laugardaginn. En við ætlum að taka fórn núna. Það er þannig sem að við störfum sem kirkja og við tölum mikið að við erum safnaðar miðuð kirkja og safnaðar byggð kirkja, að söfnuðurinn er sá sem á kirkjuna og er kirkjan og við tökum öll þátt. Við erum einn líkami og líkaminn starfar saman og ég hvet ykkur til þess að bara gefa eins og Guð leggur ykkur á hjarta, það kennir Biblían okkur, ekki gefa af nauðung og ég eiginlega mana þig til þess. Ef þið langar ekki til að gefa, þá hvet ég þess að ákveða að gera það ekki og ég get eiginlega lofað að Guð mun skora þig að gera það samt og þá langar ég til. Þannig að gefa með gleði og gefa líka bara njóta þess að fá að vera með, njóta þess að blessa það sem að Guð er að gera og líka ekki bara að blessa kirkjuna með gjöfum, líka biðja fyrir starfinu. Að þegar þú gefur að byttu bara fyrir því að hver einasta króna fari að byggja upp Guðsríkið, byttu fyrir starfinu, byttu fyrir sýn og byttu fyrir handleiðslu. Amen. Amen. Þá mun verða uppskera eins og við ætlum að syngja passa mjög vel þetta lag núna þessum að Böðvar var að tala og það vantar akurmenn og þetta er fyrsti sálmur sem hann lærði Þórir á Hammondi fyrir 30 árum síðan. Það myndi að halda ég hef farið í gamlar dagskrá til þess að finna lögin í dag, en þetta lag kom upp í huga með fyrsta lagi þegar við áttum að fjalla tíman, en það kemur það fram í viðlaginu. Syngjum saman Guðs akrar hvítir eru nú.
Amen. Þetta lag lærið ég sjálfur hérna hann Guðný Einarsdóttir þegar ég kom hér til Reykjavíkur 91 til mig setjast, gjör svo vel. Og þetta höfða strax til mín, kannski að því ég kom í hjálpræðishernum og það var svolítið mikið talað að fara út og boða og starfa á Akurinu. En hvar Akurinn? Hann endilega þarna, hann getur verið hér. Hann getur verið heima hjá þér, hann getur verið í götunni heima hjá þér, á vinnustaðnum, þar getur verið góður Akurur að vinna. Ekki satt? Það ekki alltaf að fara til Afríku eða fara til útlanda til þess að starfa, heldur getur verið bara nánast eins og ég segi heima hjá þér. Og við ætlum að núna einmitt að ræða, börnin ætla að fara niður núna, en áður þá ætla ég að segja ykkur örstuð bara sem ég heyrði í messu daginn eða í predikun. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en svona sirkabát, það var þannig að manni var, hann var spurður, hvað myndirðu gera þú fengið 86.400 krónur lagðar inn á reikningin á hverjum einasta morgni? Nú farið þið að hugsa, vá. Hvað myndirðu þið gera? Þið fengið 86.400 krónur lagðar inn á hverjum einasta morgni. Hvað myndirðu þið gera? En svo fylgdi þið reyndar á kvöldin þegar ég fór að sofa, þá var dregið sama upphæð af reikningum ykkar aftur. Þá eru ekki alveg eins góðum málum, hvernig getum við farið að þessu? En þetta nefnilega þannig, í okkur öllum gefið 86.400 sekúndur á hverjum einasta degi og höfum heilan sólarhring til þess að vinna úr því. 86.400, svo fyrir við að sofa, þá er sá tími farinn. Hann er búinn, svo kemur aftur daginn eftir 86.400 sekúndur. Notum hann vel. Sér hver dag með Jesú, ætlum við að syngja núna að maður börnin standa upp og ganga hér niður, þá syngjum við gamlan og góðan sálm sem að gott að krakkarnir læri líka, þau sem ekki kunna hann. Gamalt og gott lag sem að, einmitt, ég lærði í sundarskóla þegar ég var krakki og við syngjum hér saman. Amen. En Helgi talar til ykkur hér rétt og eftir. Hversu margir að hugsa peningana hérna sem ég nefndi á hann? Má sjá. Einhver sem þóra að viðurkenna? Já, hún viðurkennaði einn. Þetta snertir svolítið við manni þegar maður heyrir svona 86.400. Þið gleymið sér ekki. Ég ennþá að hugsa þetta þegar ég heyri þetta á nýjársdag. Á gamlársdag í predikun. En áður en að Helgi kemur upp þá syngjum við saman. Ég skal lofa okkur núna nokkur nýjum lögum sem eru ekki eins gömul eins og þessi sem við sungum hér áðan. Óski minn eina lag sem við sungum hérna mitt á nýjársdag sem sænskt. Sérhver stað
alveg sama í hvaða kristilegu starfi við störfum. Ef við höfum ekki Guð í miðjunni þá gengur ekki neitt. Það er ekki nóg að hafa nóg af peningum fullt af fólki. Ef að Guð er ekki í miðpunkturinn þá gengur ekki neitt. Við ætlum að syngja hér lag sem að er eftir Ísrael Houghton, heppilegt nafn, að listamanni heita Ísrael. Kristilegum tónlistarmanni lagið heitir Jesus Be the Center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of your church. Jesus at the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 Jesus.
Amen. Já, Drottinn, við lofum þig og við tignum þig og þökkum þér, Drottinn minn, fyrir að þú ert yndislegur og þú ert góður Guð. Og Drottinn minn, við biðjum bara núna þegar við erum að hefja nýtt ár og við erum að horfa fram á veginn og Drottinn minn, við erum að skoða líf okkar. Drottinn minn, ég biðjum að þú talir inn í líf okkar. Þú talir inn í hjart okkar, Drottinn, og huga og heilagi Faðir að þú gefur okkur rétt gildismat og gefur okkur rétta sýn á framtíðina. Hjálpa okkur líka að sjá, Drottinn, allt það góða í líf okkar, allt það góða sem þú hefur gert. Hjálpa okkur þegar við horfum tilbaka, Drottinn, að sjá trúfesti þína, að sjá miskunn þína, að sjá gæsku þína. Hjálpa okkur að vera þakklátt fyrir það sem við höfum og það sem við eigum og vera þakklátt fyrir hvert við erum komin, Drottinn minn. Og Faðir, þannig felum við okkur þér, Drottinn minn, og þetta komandi ár. Og ég biðji núna, Drottinn minn, þegar við förum að tala tímann og hvað tíminn merkið fyrir þér, Drottinn, og hvernig þú vilt að við notum hann, þá biðji, Drottinn minn, bara fyrst og fremst mættum við heyra þína röddu. Mætti þetta vera áminning hversu mikið þú elskar okkur og hversu mikils virði lífið er. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Það yndislegt að fá að vera með ykkur í dag. Mér finnst það hálf svona fyndið að það fallið í minn hlut að tala tímann. Kannski það ekki fyndið, kannski það bara réttlátt. Þetta eitthvað sem ég glími mikið við. Það hvernig á ég að raða tímanum mínum. Hvernig á ég að stjórna tímanum og ef það eitthvað sem ég góður í, þá það ekki að standa mig fullkomlega í þessu. Þetta eitthvað sem við glímum öll við. Og eins og Óskar minnt okkur á í byrjun, við byrjum öll daginn eins. Það fá allir jafn mikinn tíma. Sólarhringurinn jafn langur fyrir okkur öll. Það sem kannski skilur milli við vitum ekki hvað fá marga sólarhringa. En það fá allir jafn langa sólarhringa. Og hvað við gerum við þá algjörlega, það stjórnast ekki endilega af því hvað við eigum mikinn eða lítinn pening eða hvað við eigum mikil eða lítil völd eða svoleiðis. Allir fá 24 tíma í sólarhring og allir eru ábyrgir fyrir hvernig þeir fara með þá tíma. Og það kannski ekki mikið svona frumleiki í að kalla þessa seríu stóru málin því að það svo mörg stór mál og þetta eru bara 4 stór mál sem við ætlum að tala það margt annað, það voru nokkur sem okkur langar að tala sem við svona kliftum út og tölum seinna. Þannig að þetta eru kannski frekar 4 veigamikil atriði hlutir sem við tökum ákvarðanir og eigum við á hverjum einasta degi oft án þess að hugsa mikið það. Og það kannski það sem okkur langar að vekja athygli á eða fá okkur til að hugsa Þetta eitthvað sem við fáum á hverjum einasta degi. Það nýr dagur hvert eina skipti sem við vöknum. Og við pælum ekkert svo mikið í því hvernig fer ég með hann. Hvað ég að gera við tíma minn? Og alveg eins og dæmið áðan með peningana, við erum flest þannig gerð að við vitum svona sirka hvað við erum með mikla innkomu á mánuði og við vitum sirka hver útgjöldin eru. Flest okkar, við fylgjumst sæmilega með hvað við gerum við peningana. Og svo hægt að fá svona í flestum heimabönkum, þannig að forritið meninga, það getur að sé svona skífuritt, sirka í hvort að eyða peningunum, svona kökuritt og annað og þetta svona, það getur hjálpað okkur að fá yfirlit hvernig við eyðum peningunum okkar. En hversu mörg okkar hefum gert þetta með tíman okkar? Hversu mörg okkar hefur sest niður og bara talið klukkustundirnar, hversu lengi ég vakandi, sirka, og hvað ger ég við þær vökustundir? Við vitum, ef við tekum bara klukkustundir í mánuði, vinna og svefn, það svona sennilega stærstu póstarnir. Og svefn eitthvað sem við þurfum að gera og höfum gott af, en fáir hafa gaman að, ég veit ekki, við verðum rosa mikið vör við það, maður þakkláttur fyrir góðan svefn, og maður tekur eftir svefninum þegar hann vantar, en það eru stóru póstarnir, en inn á milli eru fjöldamargir klukkutímar sem að skipta máli og geta gert gæfumuninn á líf okkar og líf annara. Erum við að nýta tíman vel? Og í upphafi árs, þetta svona margir ferli sem margir fara í gegnum, svona svipað og svona míní stefnumótun, maður skoðar líf sitt, maður skoðar hver eru gildi mín, hver eru drauma mínir, hvað það sem býr í hjarta mínu, til hvers held ég sé þessari jörð, hvað það sem að knýr líf mitt áfram. Og svo skoða maður, ég að nota tíma minn í samræmi við þetta? Til dæmis, örugglega öll okkar inni við hugsum, við værum öll til að eyða meiri tíma með vinum okkar, eða ekki? Eða maður fer í kaffi til einhvers, eða einhver kemur í kaffi til manns og maður á gott spjall og maður hugsar, af hverju gerum við þetta ekki oftar? Af hverju gerir þetta ekki miklu oftar? Og þá gott tækifæri, og þetta hljómar ógeðslega leiðinlega, en bara lærum af nágrunum okkar til austurs, Skandinavum,
bara vera með dagbók, bóka kaffi með vini sínum 10 vikur fram í tíman. Nei. Vitið, að bara markvið setja, ok, ég ætla að eyða tíma með vinum mínum og þú þarft ekki endilega eins og segja, hringi einhvern og segja hvað ert að gera í 50. viku eða eitthvað, þeir starfoklega flesta undirbúa jólin, en hvað ert að gera í þessari viku? Þú getur bara bókað, þennan dag langar mig að hitta eitthvað og allir í kringu eru óskipulegir, þú getur hringt daginn áður og sagt, ertu til að hitta mig morgun þarna eða koma í kaffe á morgun eða ég kem til þín eða, vitið, fattið hvað er að fara? Þetta er hluti sem skipta okkur máli en gerast ekki að því við plönum það ekki. Hvernig erum við að nýta tíman okkar? Erum við markvisst að taka stjórn á tímanum og ákveða sjálf hvað við gerum og í hvað tíminn fer? Og það er mjög biblíulegt að pæla í tímanum. Í sköpunarsögunni, bara fyrsta kafla, fyrstu Mósebókar, versum 14 og 15, þá lesum við grípum bara hérna inn í miðjuna og það segir, þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár. Og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og það var svo. Sem sagt, Guð gefur okkur ljósin á himinin til þess að fylgjast með tíðum, dögum og árum. Að fylgjast með tímanum er eitthvað sem okkur er ætlað að gera. Það er innbyggt í klukkuverk heimsins. Að pæla í tíma, að muna það að tíminn líður. Að muna það að þessi dagur var góður en núna er einum deginum færra sem ég hef til að spila úr. Í Davíðssálmunum lesum við svo í Davíðssálmi 19, versi 12. Kenn oss að telja daga vora að við megum öðlast viturt hjarta. Kenn oss að telja daga vora að við megum öðlast viturt hjarta. Sem sagt, sá sem að grípur þetta með tíman, að tíminn líður hratt og hversu stutt lífið raunverulega er. Við vitum ekki hvað við höfum mikinn eða lítinn tíma, sá öðlast viturt hjarta. Sá sem er meðvitaður hvað tíminn er dýrmætur, hann mun fara betur með hann en sá sem hugsar ekki það. Kenn oss að telja daga vora, að við öðlumst viturt hjarta. Og það má segja að það hafi enginn nýtt tíman, ég ætla að bara skora okkur að finna eitthvað sem er gert það betur. Enginn hefur nýtt tíman á jörðinni jafnvel og Jesús. Menn greinir svolítið á það hvort þjónustans spannaði 3 ár eða 1 ár. En sama hvort það var 3 ár eða 1 ár, þá er það engu að síður gríðarlegt afrek að á svo stuttum tíma, á svo litlu svæði, að inna þjónustu af hendi sem breytir gangi mannkynsins. Það bara, hver okkar hefur á 3 árum, til dæmis einhver sem tekur við fyrirtæki, að snúa því úr tapi yfir í plús á 3 árum, þætti frábær árangur. Á 1 ári, bara hvernig svindlaðir, skiljur. Það er bara, fyrir okkur, þetta er ótrúlega stuttur tími. Jesús vissi að hann væri ekki hérna lengi og hann nýtti tíman gríðarlega vel. Í Jóhannesar Guðspjalli, 9. kafla, vers 4 og 5, þá er Jesús að tala við lærisveinana sinna og hann segir bara þetta, oss ber að vinna verk þess sem sendi mig meðan dagur er. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið, meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins. Hann segir bara, meðan er dagur, meðan ég hef daginn í dag, meðan ég hef núið, þá ætla ég að nota tíman. Það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Lífið, það endar. Eða aðstæður breytast. Við vitum ekki hvað framtíðin byrjar skautið sér. Nýtum daginn, nýtum ljósið, nýtum tækifærið. Jesús nýtti tíman meðan hafðan. Þannig að fyrsti punkturinn er raun þessi, tíminn er dýrmætur. Og það þurfti kannski ekki svona langan inngang til að segja það, en tíminn er gríðarlega dýrmætur. Meðan við höfum nóg á honum, þá sóum við honum. Það áttu okkur ekki á hvað hann er mikilvægur. En hver kannast ekki á tilfinningu þegar þú ert að skila af þér einhverju verkefni eða þú ert að klára eitthvað fyrir ákveðin tíma og þú hugsar alla klukkutímana sem þú sóaðir, hver væri ekki til í að geta keypt sér 3 tíma í viðbót eða 1 sólarhring í viðbót eða frist tíman. Ég hef oft hugsað það bara, hvað verið til að geta bara ítt á pásu, gert alls konar og ítt svo að play aftur. Það væri svo þægilegt. Fengi svona bara smá, ekkert vola gaman fyrir alla hina að vera frosnir, vitið þið, en svona bara fá aðeins meiri tíma. Málið er það, maður hefur alveg haft nógan tíma til að gera þetta allt. Maður hafa bara að gera eitthvað annað. Maður bara áttaði sig ekki á því hvað tíminn rinnir hratt frá manni. Maður áttaði sig ekki á því. Og staðreyndin er þessi að það skiptir ekki máli hvað við eigum marga milljarða.
1000 milljarðar geta ekki keypt þér 1 klukkutíma aukalega. Þú getur ekki lengt daginn með 1000 milljörðum. Þegar þið vantar tíman, þegar tíminn búinn, þá getur þið ekki keypt hann. Tíminn óendanlega dýrmætur. Við fáum hann bara einu sinni. Hver einasti dagur kemur bara einu sinni og tækifærin koma bara einu sinni. Dagurinn í dag sem sagt einstakt tækifæri. Ætla ég að nýta það? Ætla ég að nýta tímann sem ég fæ í dag? Ætla ég að nýta stundirnar sem ég hef í dag? Og næsti punktur svolítið þessi að fresta, og hér tala ég til sjálfsmíns, ég alltaf sannfærður að grasið er græna hinum megin, morgundagurinn mun henta betur til að sinna þessu verkefni. Að fresta, það svolítið eins og að taka kúlulán með óþekktum greiðsludag og óþekktum vöxtum. Vegna þú veist ekki hvað framtíðin hefur í skauti sér. Ég get ekki sagt ykkur hversu oft, ég til dæmis vitað, ok, á sunnudaginn þá ég að predika þetta og ég búinn að hugsa það, ég veit sirka hvað ég ætla að tala og allt þetta og ég hugsa með mér, ég hef tíma akkurat núna en mér langar að ég ætla að svara þessum tölvuposti sem máli bíða. Eða ég ætla að fara á Facebook í 20 mínútur og svo 20 tímum seinna fatta ég, ég fór á Facebook. Tíminn bara farinn. Og ég hugsa með mér, já, þarna seinni part laugadagsins, þá hef ég nógan tíma, ég ger þetta bara þá. Eða föstudagurinn henta vel, það ekkert bókað, svo bara veikist maður. Eða ef maður á börn, eitt barn veikist, eða það þarf að hjálpa, það kemur eitthvað upp á. Maður veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér og allt í einu, þessi tími sem maður hafði, maður bara hafði hann ekki. Þessi tími sem maður var búinn að taka frá, hann var ekki til staðar þegar maður þurfti á að halda, maður þurfti að gera eitthvað annað. En tíminn sem maður sóaði, hann hefði mátt nýta. Kannast ekki allir við þetta. Ég get ekki sagt ykkur hversu oft ég lendi í þessu. Já, heyrðu, ég hef nú hann tíma þarna. Svo bara gerist eitthvað sem svona, og það gerist alltaf á versta mögulega tíma. Jakobsbréfið, fjallar aðeins þetta í 4. kafla. Jakobsbréfið, þegar ég en mér líður aðeins of vel og ég fá smá spark í rassinn, þá lesi ég Jakobsbréfið. Ég mæli með því að gera það reglulega, það brýnir mann. Jakobsbréfið svona þegar þú heldur að setja með þetta allt saman, svona bara nokkuð deginn gott og bara orðin á góðum stað, Jakobsbréfið minnir mann á og mann á ýmislegt eftir. Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar 1 ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun. Því að þið eruð gufa sem sést stuttastund en hverfur síðan. Í stað þess ættu þið að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta og annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungsskap, allt slíkt stærilæti vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd. Ég hef oft tekið þetta síðasta vers, hver sem hefur vit á að gera gott en gerir ekki, hann drýgir synd, og látið það standa svona eitt og sér. Þetta svona prinsip sem svona einmitt, þegar þú heldur og sért að gera rosalega gott, þegar maður heldur og maður sé svolítið komið með þetta, þá minnist maður allt það góða sem ég vita á að gera en ger ekki, það synd, maður ok, ekki fleiri ég sem að lendi þessu, maður svona, já, nú þetta bara, allar svona stóra syndir, það ekkert svona í lífi mínu, þetta bara orðið nokkuð gott, svo fattar maður, nei, það er hin hliðin peningnum líka, sko, það ekki bara það sem ég á ekki að gera, það sem ég á að gera. En hérna þetta vers í samhengi við tímann. Ekki segja, já, heyrðu, á næsta ári ætla ég að fara að gera þetta og þetta. Heyrðu, í næstu viku, þá ætla ég að gera þetta og þetta og þetta. Hann segir, þú veist ekki hvað morgundagunum ber í skauti sér. Þú veist ekki hvað gerist eftir 1 ár. Ef þú hefur vit á að gera hið góða í dag, en gerir það ekki, þá er það illa að fara með tímann. Þá er það synd. Og nú er ég ekki þetta með svipin, það er bara synd. Hver fór ekkert að hlaupa í morgun? Ekki svo það sé, þið fattir hvað ég er að fara. Mér finnst það mjög merkilegt að þetta vers kemur í þessu samhengi að hjá mér var mér kennt að ég var barn að hafa verið synd að henda mat og hef átt við yfirþyngd að stríða síðan. Það er synd að fara illa með matinn, það er synd að fara illa með það sem er blessun og það er alveg eins með tímann. Það er synd að henda tímann, það er synd að sóa tímann. Það er ákveðin auðmýkt í því
að gefa sér ekki það að maður hafi morgundaginn. Það ákveðin auðmýkt eins og segir, það oflátungsskapur að láta eins og ég bara viti hvað gerist á næsta ári. Að ég geti bara plana 10 ár fram í tíman. Ég var hérna rétt áður að tala hvað mikilvægt að plana kaffitímana 20 ár fram í tíman. En auðvitað maður planar fram í tíman en lifir eins og maður hafi bara daginn í dag. Það er svolítið þetta jafnvægi. Það var einhver sem þetta er svona dæmigert, hafi séð þegar fólk að posta myndum á Facebook, allt sem hann hvað heitir hann, Dalai Lama á að hafa sagt, bara maðurinn, hann myndi ekki gera annað en að skrifa einhver svona spekjuorð ef hann hefði sagt allt sem hann á að hafa sagt. Bara, svo sér maður nei, það var Páfinn sagði þetta, en nei, Dalai Lama, hljóma betur. Ég veit ekki hvort að Martin Luther sagði þetta, það var langur punkturinn til að segja þetta. Hann var spurður, hvað myndir þú gera ef þú vissir að endurkoma drottins yrði á morgun? Og hann mun hafa svarað, ég færi út og gróðsetti tré. Sem að hljómar svona aðeins, þetta hljómar aðeins of eitthvað andlegt til að hann hafi raunverulega sagt þetta. En það er samt þessi hugsun, þó svo ég vissi að ég hefði bara daginn í dag, þá ætti ég samt að lifa eins og ég þyrfti að bera ábyrgð á sjálfum mér 10 ár fram í tíman. Að gróðsetja tré er ekki sóun, þó svo Jesús kom á morgun. Fattiði mig. Að nýta daginn er það sem við eigum að gera, en það er samt viturlegt og skynsamlegt að gera ráð fyrir að maður verði hérna lengi, að við vitum það ekki heldur. Það er ákveðin auðmýkt, þetta er ákveðið æðruleysi. Þannig að tíminn er dýrmætur, það er að fresta er tæknilega séð synd. Ég ætla svo sem selja ekki dýr en ég kaupi það. Ég bara heyri þetta frá sjálfum mér, þannig að ég þekki þá heimild ágætlega. Veit hún er ekki óskeikul. En síðan að heiðra Guð með tímanum. Tíminn er okkar dýrmætasta auðlind að svo mörgu leyti. Það er fólki sem við elskum er okkar dýrmætasta auðlind. Það er svo margt sem er okkar dýrmætasta auðlind. En tíminn er að vissu leyti dýrmætasta sem við eigum. Og það er ekki hægt að heiðra nokkuð meira en að gefa honum að því dýrmætasta sem maður á. Og Guð, hann biður ákveðnar prósentur að maður bera saman. Það sem Guð biður af peningum okkar og af tíma okkar, þá er hlutfallið af tímanum miklu hærra. Guð metur tíman meira en hann metur peninga. Tími er það dýrmætasta sem við eigum og það er ekki hægt að heiðra nokkuð meira en að heiðra hann með tíma okkar. Og það gerum við með því að taka tíma daglega, heiðra Guð á hverjum einasta degi, með því að taka tíma til að leita hans í bæn, í að lesa orðið hans, í að hlusta á uppbyggilega fræðslu, í að eyða tíma með öðrum fylgjendum Jesú og uppörfa, allt þetta er að heiðra Guð með því að gefa honum af tíma sínum, með því að þjóna honum með tíma okkar. Og ég leggja áherslu á að hvetja til að ekki hólfa lífið of mikið niður. Já, hér er ég að þjóna Guði með tíma mínum, hérna er ég í vinnunni, hérna er ég að þjóna Guði, hérna er ég, við þjónum Guði í öllu sem við gerum. Ekki hólfa þetta of mikið niður, en að heiðra Guð með tímanum. Að eyða meiri tíma og það er kannski meiri freisting, það fer eftir hvað kynslóð maður að tala við, Fyrir sumum þá er það að vera ekki of lengi í tölvuleikjum, Það er kannski ekki fyrir það sem eru elstir hérna inni, stór freisting. En fyrir marga þá er það freisting. Hangi ekki of mikið á samfélagsmiðlum, að hangi ekki of mikið yfir afþreyingu. Og það er eiginlega ákveðin svona bölvun þessara kynslóðar, hvað afþreying er rosalega aðgengileg. Afþreying er orðin svo mikil að hún er eiginlega farin að vera kvöð. Það kom svo mikið af spennandi efni og svo langar seríur og svo margir þættir og þú þarft að sjá svo mikið að það er bara orðin full vinna að fylgjast með þessu saman. Og svo bara fer tíminn í hvað? Bara, til dæmis, ég fyrir sumir mun tengja þetta, aðrir ekki. Ég hef aldrei séð Breaking Bad þættina. Sumir líta svo á, þá bara sé ég hálfur maður. Bara hefur ekki séð Breaking Bad. Ég veit nokkuð hvað ég fjalla, hljómar áhugavert, ég hef aldrei séð þá. Svo er aðrir sem hafa séð það og sagt, hvað er heppinn? Þá getur þú horft að þá í fyrsta skipti. Þetta er svo vinur minn sem hætti reglulega að reykja í 3 vikur og það var svo gott að byrja aftur. það er svona sjúkasta nautt sem ég hef kynst. Maður sem pínir sig í 3 vikur og píndist alltaf, það var að fara að byrja, nei, það byrja 1 dag enn. Það er svo, já, allavega. Það er svona, afþreying getur orðið svona klikkuð. Að afþreying er bara að fara að taka allan tíma okkar. Og þegar lífinu lýkur, alvöru talað, hver mun þakka langlífi sitt því að hafa séð alla þætti sem HBO bjóð til, bara allir þættir. Bara, hvað gefur það okkur? Hvað skilur það eftir? Rosalega lítið, eiginlega ekki neitt. Og það er kannski stóra inntækið þegar við byrjum nýtt ár. Hvernig nýti ég tíma minn? Hvað skilur eitthvað eftir? Hvað
þegar ég yfirgef þennan heim, hvað af því hvernig ég eyddi tíma mínum mun hafa gert heiminn að betri stað. Hvernig mun ég hafa lagt inn í líf komandi kynslóðar? Hvernig mun ég hafa blessað út frá mér? Hvernig mun ég hafa gert fólk jákvæðara? Hvernig mun ég hafa fært fólk nær Guði? Hvernig hef ég vitnað Jesú Krist? Það allt í lagi að horfa stundum á þætti. Það allt í lagi að spila stundum tölvuleiki. Vitið, kannski hvernig þætti og hvernig tölvuleiki, það kannski annað atriði. En hvernig ég að nýta tíma minn? Ég að sóa tímanum? Ég að sóa því sem Guð hefur gefið mér? Og síðan að heiðra Guð með tíma sínum, það er ótrúlega fyndið. Þegar ég og Aron vorum að tala saman þessa seríu og fórum að tala þetta efni, við nálgumst það svolítið ólíkum áttum. Hún var svo mikilvægt að það kæmi fram þetta mikilvægt þess að nýta tíman. Að vinna vel, bara að virkilega afkasta og vera svona, afkasta mikil og svona effektiv með tímar okkar, sko. Og áherslan hjá mér var meira svona mikilvægið á annað atriði, sem við lesum í 2. Mósebók 34 og hvort tvekja á vel við, bara svo ég þýðist. Mér finnst það svo fyndið hvað fólk getur bætt hvert annað upp. Ef ég hef bara átt að tala út frá mér, þá hef ég bara að tala þetta síðasta atriði. Í 2. Mósebók 34, versi 21, það er ákveðin ryþmi í hvernig við nýtum tíman okkar. 6 daga skaltu vinna, en hvílast 7. daginn. Hvort heldur tími plægingar eða uppskeru. Að nýta tíman vel bara ofur biblíulegt. Það að fara vel með tíman og vera duglegur og allt það mjög biblíulegt og mjög gott. Engu að síður, að heiðra Guð með tíma sínum ekki að slíta sér út. Að heiðra Guð með tíma sínum ekki að ganga nærri sjálfum sér og ganga á til dæmis tíma með fjölskyldu sinni eða vinum sínum eða söfnunum sínum eða hvað sem Að heiðra Guð með tíma sínum, það að nýta tíma vel, en það líka á 7. hvern dag og bara, ég veit að þetta umræða sem í hinu kristna heimi og margir eru ósammála mér. Ég segi að það sé 1 dagur, að það sé bara ryþmi, 6 dagar sem þú vinnur, 1 dagur sem þú hvílist. Það engin vafi á því og engin deila það að þegar Biblían talar hvíldardaginn, þá það 7. dagurinn sem við þekkjum sem laugardaginn. Engin vafi, bara fyrir mér. Mér finnst það vera bara svo við klárum þá umræðu strax. En í Nýja testamentinu, svo ég útskýri mitt sjónarhorn af hverju ég legg ekki ástætt að þurfa að vera laugardagurinn. Öll boðorðin 10 eru undirstrikuð í öllum bréfunum. Bara í hverju einasta bréfi, þá eru held ég öll boðorðin sem eru endurtekin þar. Að heiðra Guð, tilbiðja ekki skurðgoð, ljúga ekki, stela ekki, heiðra hjónabandið, að ljúga ekki upp á náungan, allt þetta girnast ekki, það kemur allt saman fram. Nema hvíldardagsboðið. Sem svolítið sérstakt, að því að það þurfti að segja mönnunum í Korintu að sofa ekki hjá vændiskonunum í musterinu, það hafði örugglega sagt að taka sér frí á laugardögum, ekki? Mér finnst það svona að rök út frá þögn þykja ekki mjög góð, en mér finnst þetta vera svolítið áhugaverð þögn. Þeir sem að halda laugardaginn, ég ber fulla virðingu fyrir því og þeir mega að gera það og ég ætla ekki að einu svona, fyrir mér það ekki drifrildi, bara við fylgjum þeirri sannfæringu sem við höfum á orði Guðs. Mín sannfæring sú, maðurinn skapaður til þess að hvílast 7. hvern dag og þannig heiðrum við Guð og þetta ekki tilviljun að Guð segir okkur að hvílast. Og það ekki bara, á leiðinni hingað var ég að hlusta á útvarpið og það var læknir að tala streitu og hvað streita stærsti skaðvaldur í heilsu á Vesturlöndum í dag. Það ekki bara út af streitu. Og það kemur upp, ég fíla svolítið, þetta ákveðin mótmæli og þetta ákveðin uppreisn gegn umhverfinu sem við búum í. Vegna þess að þjóðfélagið sem við búum í, það rosalega afkastna miðað. Þjóðfélagið sem við búum í, hvernig mæluru hversu gott að búa í einhverju landi? Jú, með þjóðarframleiðslu, ekki? Þá sérðu lífsgæði í landinu, hversu mikið framleiðuru, hversu miklu afkastaru, hversu mikið hefur í tekjur, hversu mikið, allt þetta, það sem þú gerir, það skilgreinir þig. Og það sem við svo fyndum að lesa símaskrána, fólk ofta með starfsheiti, svo kemur eitthvað svona dregabani, eitthvað svona djók, þessi skilgreinir sig sem grínara, sem sagt, Við skilgreinum okkur rosalega mikið út af því hvað við gerum. Guð hins vegar gerir það ekki. Og með því að taka 1 dag, þar sem við bara njótum þess að vera Guðs börn. Við bara njótum þess að Guð hefur skapað okkur, Guð hefur skapað fallegan heim í kringum okkur, hann hefur gefið okkur fólk sem okkur ekki vænt hann hefur gefið okkur frelsi til að gera ekki neitt. Fattiði mig. Það rosaleg uppreisn gegn þjóðfélagi sem alltaf að pressa
á að vera að gera. Og það er þrír hlutir, þrír svona agar sem að kristið fólk því að kenta að gera. Það er að gefa hlutfall af tekjunum sínum, það er að fasta reglulega og það er að hvílast reglulega. Og þetta þrennt á eitt sameiginlegt sem að mér finnst að vera rosalega, og ekkert af þessu sko að óhlýðast í einu af þessu ekki dauðasynd, en þetta samt liður í því að vaxa andlega. Og þið hafið upplifað það með því að gefa reglulega. Þetta ákveðin agi og ákveðið trúarskref, og þetta, eins og segja, þetta rökfræðilega séð, svona rökrétt séð, gengur ekki upp. Það meikar ekki sens að ég hafi meira milli handana eða mér vegna einhvern veginn betur eða mér líði betur að ég hafa minni pening með því að gefa frá mér. Það gengur ekki upp, en það er samt þannig. Og sá agi kennir mér andlegt lögmál. Hann kennir mér það að afkomi mín byggist ekki á því sem ég afla. Kennir mér það. Kennir mér það að örlög mín er ekki bara undir mér komin. Því það að ég sem kristinn maður get ekki lent í fjárhagsaðlögum, nei, allir geta lent í fjárhagskrökum, við erum ekki ónæm fyrir því, en þetta er ákveðin agi og þetta kennir mér andlegt lögmál. Að fasta reglulega er frábær æfing í því að þú ert að gera eitthvað frammi fyrir Guði og þú ert að ganga gegn straumi þjóðfélagsins. Ef þú ert í vinnunni, þá eru allir að fara í kaffi, þá eru allir að fara í mat, þá eru allir að gera eitthvað, en þú ert ekki að gera það. Og Biblían kennir okkur þegar við föstum, þá er ekki að auglýsa það. Hinir hafa ekki hugmynd hvað þú ert að gera. Þeir hafa ekki hugmynd að akkur kemur ekki með þeim í mat. Hafa ekki hugmynd að akkur ekki að fá þig keks með kaffinu. Hafa ekki hugmynd það. Þetta er agi í því að láta ekki umhverfið stjórna sér. Þetta er kennsla í því að berast bara ekki með straumnum. Að ganga gegn straumnum, það tekur enginn eftir því og þú bara ert í friði með það. Það er eitthvað sem við lærum í því með því að fasta. Og það er alveg eins með hvíldardaginn. Við þurfum ekki að auglýsa það. Við þurfum ekki að básúna það. En bara það, einn dag í viku ætla ég að stoppa og minna mig á það að ég er ekki ómissandi. Að lífið heldur áfram án mín. Spila allan daginn lagið ómissandi fólk. Kirkjugarða heimsins, þeir geyma ómissandi fólk. Að ómissandi fólk deyr og heimurinn heldur áfram. Það er engin ómissandi. Bara aðeins að taka þetta stress af sjálfum sér. Ég er ekki ómissandi. Lífið heldur alveg áfram án mín. Ég má njóta þess að vera til. Ég má njóta þess að eiga fólk sem ekki væntum. Ég má njóta þess að ganga í sköpun Guðs. Og þetta þarf ekki að vera, eins og segi, einn dag til að gera ekki neitt. Ég myndi eiginlega að segja, það væri sóun á góðum degi að gera ekki neitt. Nýta daginn og njóta þess að vera til. Að lofa Guð við því sem hann hefur blessað okkur með. Ég hugsa oft það í 5. Mósebók, þar sem er verið að tala tíund, og eitt form tíundar var það að þeir sem bjuggu svo langt frá musturinu að það var óhagkvæmt að koma með lifandi dýr, þeir gátu selt þau dýr sem þau áttu að fórna. Farið með peninginn í musturið, eða í kringum musturið, svo áttu að kaupa veisluföng. Og það segir bók orðrétt. Farðu á markaðinn og kauftu allt það sem hjartað þitt girnist. Bara stórkostleg veisla. Svo ferðu í hús Guðs og þú býður allri fjölskyldunni, öllu vinnufólki, býður prestunum og býður býður, og heldur bara veislu frammi fyrir Guði og þannig færir honum tíund með því að halda veislu, með því að njóta þess sem hann hefur blessað þig með. Það er ein tegund lofgjörðar. Það er að njóta þess sem Guð hefur gefið okkur. Það er að njóta þess. Þetta er eins og þegar maður gefur barni leikfang, ef þú kemur árið seinna og það er ennþá ekki, það er ennþá í umbúðunum, þá finnst maður svona ægið, þetta var sóun. En þú kemur árið seinna og þú búið að leika svo mikið með dótið, það komið bara í höng. Þá langar þið að gefa þessu barni annað leikfang eða ekki. Þetta var vel farið með gjöfina, hún var nýtt. Það var leikið með þetta leikfang þangað til það gaf sig. Ég var auðvitað að tala um að hann var ekki kastað niður á húsþaki eða eitthvað svoleiðis. Það er góð nýting. Það er vel farið með gjöfina að nota hana. Að nota hana ekki og njóta hana ekki, það er eiginlega, þá fyrir gjöfina á mis. Að njóta þess sem Guð hefur gefið er ein tegund lofgjörðar. Að taka frá tíma í hverju einustu viku til þess að njóta þess sem Guð hefur gefið. Eiga tíma með Guði, heiðari Guð á þessum degi. Að njóta fólksins sem hann hefur lagt í kringum okkur, umhverfisins sem við búum í, gjafana sem við höfum. Það er lofgjörð. Það er tilbeiðsla. Þannig að ég hvet okkur til þess að heiðra Guð með tíma okkar. Á hverjum einasta degi, á hvíldardegi, í vinnunni, með öllu sem við gerum, að vera markviss með tíman okkar. Þannig, til að draga þetta saman, hver er drottinn yfir tíma okkar?
Er það bara umhverfið? Er það tilviljun? Látum við bara berast með straumnum? Eða setjumst við niður og notum við tíman markvisst? Erum við að heiðra Guð með tíma okkar? Erum við að lifa fyrir Guð með tíma okkar? Erum við að láta líf okkar blómstra? Lífið gríðarlega stutt og það líður bara svona hjá. Og það eftir því sem fólk eldist, þá þarf maður að minna sannfærað það, hvað tíminn líður hratt. Meðan fólk yngra, það líður bara eins og skóladagurinn 10 ár, finnst manni, stundum. Að tíminn, þá finnst maður hafa svo mikinn tíma, en tíminn líður svo hratt. Og ef við stoppum ekki og skoðum hvernig erum við að nýta hann, hvað erum við að gera við hann, þá getur hann liðið hjá og verið farinn áður en við vitum af. Þannig að í byrjun þessa árs, þá skulum við setjast niður og við skulum, ef við strengjum einhver áramótaheiti, svona, ég veit ekki, fólk má það eða vill, sumir halda því, sumir ekki, en að ákveða að vera markviss með tíma okkar. Venja okkur á að láta tíman ekki bara líða hjá, heldur að nota hann virkilega, nota hvern einasta dag eins og þá gjöf sem hann er. Skulum enda á því að biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert góður Guð og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú hefur blessað okkur með tímanum sem við höfum, þú hefur blessað okkur með tækifærum, þú hefur blessað okkur með hæfileikum, þú hefur blessað okkur með svo mörgu, Drottinn. Og Faðir, ég biðji núna þessum tímamótum þar sem við erum að horfa yfir farinn veg og erum að horfa fram á veginn, Drottinn. Faðir, viltu hjálpa okkur, viltu gefa okkur visku, viltu gefa okkur náð til þess að fara vel með tíman okkar. Drottinn, ég biðji fyrir ein og sérhverju sem hlýðir á mig í dag, Drottinn minn, hvort sem þau eru hér í salnum eða heima, Drottinn. Faðir, að þeir hlutir sem þú hefur lagt í líf okkar, það sem þú vilt að við sinnum, það sem þú vilt að við gerum, Drottinn, og séum. Faðir, mættirðu endurvekja það í hjart okkar, ef það hefur kólnað, ef það hefur einhvern veginn dáið út, Drottinn. Faðir, viltu endurvekja í hjörtum okkar köllun þína, tilgang þinn, Drottinn, og stefnu þína fyrir líf okkar. Og ég biðji það, Drottinn minn, ef það eru hlutir í líf okkar sem við höfum verið að vanrækja, ef það eru atriði sem að fá of mikinn tíma, Drottinn, viltu sýna okkur það? Viltu sýna okkur hvernig þú vilt að við nýtum tíman okkar? Viltu sýna okkur hvað gleður þig og hvað hryggir þig í hvernig við notum tíman, Drottinn? Og hjálpa okkur, Guð, að heiðra þig með tíma okkar, að heiðra þig á hverjum einasta degi, Drottinn, með því að nálgast þig, með því að leita þín, Drottinn. Og að heiðra þig, Drottinn minn, með því að taka frá dag, Drottinn, þar sem að við tilbiðjum þig, þar sem við þökkum þér og þar sem við lifum í samfélagi við þig. Við felum okkur þér, Drottinn, og þetta ár í Jesú nafni. Amen. Amen. Og það segir í Biblíunni, í Hebreabréfinu, í dag hagkvæm tíð, í dag hjálpræðisdagur. Þannig að ef það eitthvað sem að þú vilt koma með fram fyrir Guð, eða eitthvað sem þú vilt fá fyrirbæn fyrir, þá í dag hagkvæmur dagur. Í dag hjálpræðistíð. Og ef þú ert í dag og þú aldrei farið þessa leið, valið að gefa Jesú Kristi líf þitt og gera hann að drottni, þá tækifæri í dag að koma hérna fram inn í hliðarsal, það verður fólk til að biðja með þér og ef þú hefur spurningar það, mátt líka koma fram bara til að spurja og við erum meira en fúsa að biðja með þér og tala við þig. Annars samfélag hérna niður eftir samkomuna, minna á bænavikuna sem framundan, bið Guð bara að blessa okkur vikuna og árið sem komandi. Syngjum saman yndislegan kór sem heitir Jesús mikil ást þín.
við endum saman á lagi sem að getur verið svona hvatning til okkar út í árið, ekki bara vikuna heldur. Tala svolítið sem Helgi talaði og bara svona almennt. Faðir minn gerði mig að keri, hreinu og tæru, lifandi af trú, með lofsöng til þín, lifandi ljós skín, frá því keri sem mótar þú. Syngjum saman. Faðir minn gerði mig að keri, hreinu og tæru, lifandi af trú, með lofsöng til þín, lifandi ljós skín, frá því keri sem mótar þú. Faðir minn gerðu mig að keri, hreinu og tæru, lifandi af trú, með lofsöng til þín, lifandi ljós skín, frá því keri sem mótar þú. Faðir minn gerðu mig að keri, hreinu og tæru, lifandi af trú, með lofsöng til þín, lifandi ljós skín, frá því keri sem mótar þú. Faðir minn mig að keri, hreinu og tæru, lifandi af trú, með lofsöng til þín, lifandi ljós skín, frá því keri sem mótar þú. Svo syngjum þetta alla vikuna fyrir vinnufélagann okkar, kannski ekki, jú, ef þið þorið, og njótið þess að eiga góða stundi saman hér niður og eftir. Guð blessi ykkur öll, takk fyrir daginn og aftur gleðilt árið. Mér langar aðeins bara, út frá einum punkti sem hann sagði hann Helgi, mér langar til þess að minna á að því hann talaði um að fólk ætti að koma, selja þess að átt eða hafði langa veg að fara og koma með og búa til veislu. Þið vitið eftir samkomurnar erum við alltaf að búa til veislu og stundum dettur svolítið niður þessi virka þáttaka allra. Mér langar bara að minna á að það skiptir svo miklu máli. Komum öll með okkur, leggjum öll á borð til þess að veislan geti haldið áfram og gert þeim auðveldar fyrir sem þjóna eftir samkomu. Takk. Komið að lokum samkomunnar frá Fíladelfíu í dag og við höfum verið minnt á það hversu mikilvægt það er að staldra aðeins við og hugleiða hvað er það sem í raun og veru gefur lífi mínu gildi. Er það dansinn í kringum gullkálfinn, er það lífsgæðakapphlaupið, erum við kannski að gleyma okkur í öllum hasarnum yfir því hvað aðrir hafa miklu betra en við? Hvernig væri að staldra bara aðeins við og hugsa það sem gefur lífi mínu gildi, það er það sem ég ætla að leggja rækt við. Guð hefur áætlun með líf þitt, hann elskar þig, hann vill koma inn í líf þitt. Hvort sem þú hefur aldrei þekkt hann eða gengið með honum lengi, hann hefur ennþá áætlun. Og mér langar til þess að biðja fyrir þér eitt augnablik.
Drottinn, ég þakka þér fyrir þá sem eru að fylgjast með þessari útsendingu og ég bið bara góði Guð að þinn vilji verði í lífi þeirra. Ég bið þig Drottinn að við megum öll eitt og sérhvert finna þá áætlun sem þú hefur með líf okkar, hjálpað okkur að staldra við og leggja rækt við það sem gefur lífi okkar gildi. Hjálpað okkur að vera góð við þá sem á vegi okkar verða og hjálpaðu okkur að leggja okkar af mörkum til þess að ríkið þitt megi eflast og kærleikur vaksa meðal þjóðar okkar. Ég legg okkur öll í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Þú sem hefur aldrei komið á samkomu í Fíladelfíu, komdu endilega ef þú mögulega getur næsta sunnudag klukkan 11, en á morgun hefst hjá okkur bænavika klukkan 6:30. Það verður beðið á hverju kvöldi, þú ert innilega velkomin og ef þú ert í hópi þeirra sem leiðist af og til, þá eru mörg verk hér í þessari kirkju sem þarfnast sjálfboðaliða og það eru líka alls konar fundir og alls konar starfsemi í gangi sem gaman að taka þátt í. Láttu sjá því í Fíladelfíu Hátúni 2 en við kveðjum að sinni og ég bið Guð að blessa þig.